ágætu, yndislegu áhorfendur mínir og vinir. Við ætlum að ræða hérna stuttlega ýmis efni sem að Drottinn leggur okkur á hjarta og við byrjum á því að taka tungumálið, hvorki meira en minna. Tungumálið merkilegt fyrirbrigði og án tungumálsins nú erfitt öll tjáskipti. Það nú bara á reinum. En í upphafi, þegar Guð skapaði, var svona búinn að koma lífinu vel á legg og allt saman það og orðið fullt af fólki á jörðinni, þá var hann með það skipulag á að það var bara eitt tungumál. En við vitum að þau skipta hundruðum, ekki þúsundum í dag. Af hverju var þetta? Það áhugavert að skoða það. Við skulum lesa í fyrstu Mósebók, í 11. versi, 11. kafla 1. vers. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Hvað segir þetta okkur? Það skildu allir alla. Þú varst hvar sem og kannst tala þínu máli hvar sem En svo kom inn orð sem við þekkjum sem hroka og stærlæti og mikillæti. Og Drottinn sá að mennirnir voru að gera merkilega hlut, kannski. Og hver var þessi merkilegi hlutur? Þeir fóru að byggja. Og ætlaði að byggja svo stóra byggingu að hún næði allt til himins. Og þetta var hroki. Við skulum lesa bara áfram. Og svo bar við þeir fóru stað úr stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi í Sýnirlandi og settust þar að. Og þeir sögðu hvor við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi. Og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks. Þannig að þeir hafa verið orðnir nokkuð þróaðir þarna bara strax og verið að gera flotta hluti. Og þeir sögðu, gott og vel, við skulum byggja á borg og turn sem nái til himins og gjörum oss minnismerki svo við tvísturumstum ekki alla jörðina. Þarna var komin inn hroki sem Drottinn ekki mjög hrifinn af í fari okkar mannana. Og þá steig Drottinn niður, eins og segir hér í 5. versi, þá steig Drottinn niður til þess að sjá borgina og turnin sem mannanna synir voru að byggja. Það geti því, þarna komu bara verkamennirnir og smiðirnir og fræðingarnir saman og allir skildu alla. Og Drottinn mælti, sjá, þeir eru ein þjóð og hafa allir sama tungumál. Og þetta hið fyrsta fyrirtæki þeirra, sem Babelturnin sem við þekkjum, hann var fyrsta fyrirtæki mannanna. Og nú mun þeim ekkert ófært verða sem þeir taka sér fyrir hendur að gjöra. Þarna svona smávegis háði í þessu hjá Drottni af hroka mannanna, takk eftir því. Og Drottinn og gott og vel, nú skal ég sýna þeim hvað ég get gert, sagði Drottinn. Gott og vel, sagði hann. Stígum niður og ruglum tungumáli þeirra, svo engi skilji fram að annars mál. Og svo bar við einn morgun þeir komu saman og vildu fara að tjá sig eins og þeir höfðu gert á undan, skildi ekki hvern annan. Þarna urðu til öll þessi tungumál sem við þekkjum í dag. Ég tala íslensku og sumir tala ensku, aðrir dönsku og svo framvegis. Það gerðist allt þarna af hrokamannanna. Það var bara eitt tungumál. Það var á 19. öld sem að maður kom fram og bjó til sérstakt tungumál og við þekkjum það sem Esperanto. Það átti að verða svona alþjóðlegt tungumál og ég getur vel verið að sé til ennþá, en það hefur ekki náð þeirri útbreiðslu sem til var ætlast. Þetta var svolítið sniðug hugmynd, en náði ekki fram að ganga vegna þess að Drottinn var ekki búinn að gefa leyfi sitt fyrir því að eitt mál tæki yfir allan heiminn sem menn gætu bjarga sér á. Kannski má segja að það hafi orðið enskan í sumum heimshlutum, þar enskan mikið notuð, en ég veit ekkert hvort að enskan er endilega útbreiddasta málið. En þetta gerðist allt vegna þess að kom inn hroki mannanna í Jesú nafni.
það margir. Og við vorum í fyrsta þætti að tala tungumálið og við vitum núna að öll þessi tungumál og flóra er vegna þess að málinu var ruglað. En Kristur er uppfylling lögmálsins. Og þetta snýst allt það að ganga upp í þessa uppfyllingu lögmálsins og taka við Kristi. Ég er dauðleg mannvera og dauðin sé svona afstæður, þá var hann til og ég get lent í dauðanum, en ekki ef ég tek við Jesú. Þá er ég frjáls undan dauðanum. Og þetta er boðskapana til manneskjuna mín og þín, því að við vitum, þegar við tölum dauðan, þá erum við að tala bara þennan líkama sem hverfur, en það sem er inn í honum, andi mannsins og sál, það lifir eililega. Og það snýst allur styrrin, stendur allur styrrin. Og þar er blekkingarafniki sem heitir Satan, sem segir við þig, það er ekkert að óttast. Bara lifðu þínu lífi eins og þú vilt. Þetta er ekki að hlusta á þennan mann, hann veit ekkert hvað hann er að tala Það er rétt. En hann er tendraður á heilugum anda og andi Guð segir okkur sannleika. Og Kristur kom og gaf okkur lífið með sér. Hann gaf okkur lífið með því að deyja sjálfur og dauðinn raunverulega dó með honum og reis upp lífið í Kristi. Og þetta líf, það gengur í dag fyrir mátt orðsins sem þú ert hér að heyra. Og þú, alveg eins og ég, get tekið við Jesú inn í mitt líf og ég er þó hólpin manneskja. Líkaminn deyr, við vitum allt það, það þarf ekki að tíunda það neitt frekar. Að líkaminn deyr, en þú sjálfið í þér, hinn raunverulegi þú, getur alveg lifað áfram ef að þú bara velur það að gera slíkt og þú getur tekið þess ákvörðun bara hér og nú. Þú bara hrópar á Jesú og segir, Drottni, ég vil fá þetta. Og þetta er alltaf hvatningin, þetta er alltaf á eggjunin og á hömrun hjá kristnum fólki, þar að koma þessum skilaboðum fram. Ég þarf að segja já, alveg svo þú þarft að segja já. Og eftir að játuninni komin, þá er okkur engin hætta búin þannig séð. Við erum bara á leiðinni til ríkis Guðs og himnum. Góður staður. Við tölum það í síðasta þætti að hrokinn hefði leitt til þess að málinu var ruglað. Og það er einmitt þessi hroki sem kemur í veg fyrir það að ég og þú við tökum við Kristi. Við verðum að ýta þessu hroka til hliðar. Því að hrokinn er alltaf þykkur og öflugur veggur á milli sannleikans, Jesú, og okkar sjálfra. Og hindrar allan framgang í Guði. En Guði kemur alltaf gegn þessum hroka sem fæðist af vantrú. Já, svo lesa þetta svo litið í Mósebók. Og lét Drottinn Guð að fara burt úr aldingarðinum, Eden, til að yrkja jörðina sem hann var tekinn af. Og hann rak manni burt og setti kerubana fyrir austan Edengarð og loga hinn sveipandi sverð til að geyma vegarins að lífsins tré. Sem sagt, að Drottinn opnaði sjálfur þennan lífsins veg og gaf manninum aðgengi að þessu lífsins tré í gegnum Jesú. Þú kemur ekkert bara einhvern veginn að þessu lífsins tré, þú kemur þangað fyrir trúðina á hinn uppreisna og hann heitir hvað? Jesú. Ekki satt? Og það er þangað sem við sem eru kristnir viljum að þú farir. Það er til Jesú sem við viljum að þú endir. Þá er dauðinn afstæður. Er ekki gott að vita af dauðanum afstæðu hugtæki hjá okkur mönnunum? Það myndi ég segja, hann er það fyrir mig allavega. Hann getur líka alveg orðið það fyrir þig. En hann heitir Jesú og í Jesú er okkur allir vegi færir. Bara í Jesú nafni. Amen. Orð Guðs, það er lykill. Án orðsins var það ekki til. Orðið er skapandi kraftur sem leysir menn til sín
og býr þeim borð frammi fyrir Guði. Orðiðinn. Og Jesú segir Biblían að hann sé orðið. Og allt hafi orðið til fyrir hann. Þú, sem er sköpun Guð, varst til fyrir hvern? Flokkiðinn? Skólaninn? Nei, fyrir Jesú. Flokkurðinn, hann er góður allt saman það, en hann frelsar þig ekki. Skólinn er flottur og við lærum allt í skólanum. En það frelsast enginn fyrir skólan. Gegnum skólan. Hann getur að vísu gefið okkur ákveðin sannleika með því að fræða okkur rétt og rangt. Svona svo langt og það nær. Ef þú vilt gera andaði hólpin. Þá verður þú, vinur minn, alveg eins og ég, eða vinkona mín, að eignast orð Guðs. Og þú átt Biblíuna. Og þú getur fræðst í Biblíunni. En það er eitt mikilvægt í þessu. Ef þú hefur ekki í þér heilagan anda, að þá vaknar engin áhugi á orði Guðs. Því allt það sem er Guðs er langt frá manninum uns þessi yndislegi heilagi andi kemur og fæðir þetta fram í þér og í mér, sem að gera það að verkum að við förum að fá áhuga og við förum að fá brennandi áhuga fyrir því sem er Guðs. Og hungri í orð Guðs eftir að trúinu kveiknuð og andinni komin getur orðið slíkt að það er hreinlega auðvelt að gleyma sér yfir þessum orðum sem við erum að gleypa í okkur. Og þegar við erum komnir á þennan stað, við hreinlega gleymum okkur yfir einhverju, þá er það nú eitthvað sem við erum að meta afskaplega mikilvægt. Sumir gleyma sér reyndar yfir alls konar hégóma. Það er ekki verið að tala um neitt slíkt hér, heldur það sem er lífgefandi. Og þú finnur að orðið er ekki bara að gagnast þér, heldur er það líka að næra þig og það er að fylla þig. Og þú finnur þetta bara af því að lesa. Og þú mætir þarna svo mikill í speki oft og tíðum að þú bara ert gapandi. Allt vegna þess að andinn heilagi kom, upplauk fyrir þér orði Guðs og áhuginn kom á fullum dampi. Áhuginn sem var ekki til staðar fyrir þennan atburð að andinn kom, en eftirleiðist verður hann að það með þvílíkum krafti að þér haldar raunverulega engin bönd. Og þú ert orðið ofinn andanum og orðinu og trúin. Þessi þrír þættir í þér eru óslítandi. Og við þurfum að gæta okkur á því að þetta sé áfram samofið, því að trúin þín, hún gæti reynt að losa sig frá þessu og þá bara sígur hún. Þannig að við þurfum alltaf að vera að minna okkur á hvað sé rétt og það gerum við með því að vera stöðugt í orðinu. Við skulum lesa hérna í Mósebók, 1. kafli, 1. vers. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þannig að Guð gerði þetta allt. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum, þess að skilyrðin voru komin til lífs. Svo segir hér í Jóhannesarguðspjalli, 1. kafla og 1. versi, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Sem sagt, Jesú er orðið og hann var hjá Guði en kom í litlu barni í gegnum móður skaut, alveg svo ég. Og hann kom sem sagt niður með það orð sem er frelsandi orð. Og við finnum í Nýja testamentinu og líka og í Gamla testamentinu, því hann er þetta allt, því hann var hjá Guði áður en að kom og gaf okkur Nýja testamentið. Þannig orðið er búið að vera mjög lengi til, í Jesú nafni. Já, vinir, mikilvægi trúarinnar, það er yfirskriftin á þessum þætti og auðvitað er trúin mikilvæg. Því að ef þú átt ekki til trú, þá getur aldrei nálgast Krist með réttum hætti. Trúin,
þarf að vera hér í hjartaðinu. Og trúin fæðist af því sem þú ert að næra hana af. Og hún viðhelst þar sem þú ert að næra hana af. Ef þú vilt ekki næra trúna þína, þá viðhelst hún ekki. Frekar en neitt annað sem þú átt. Bíllinn, hann þarf síns viðhalds. Og líkaminn þinn, hann þarf síns viðhalds. Þú þarft að borða til að geta haldið lífi. Og eins það með trúna. Til þess að hún haldi lífi, þá þarft að gera það sem að Kristur segir þér að gera og hann gefur þér allt. Hann er búinn að skapa allt til þess að þú getir yfirleitt eignast þetta. Trúin er mjög mikilvæg. Og Guð gefi að menn sjáu þetta mikilvægi trúarinnar. Því það er ekki lítið. Ég veit ekki hversu margir séu að glíma einmitt við þennan þátt, en þú sem ert að glíma einmitt við þetta mikilvægi og sjáu ekki mikilvægi, þá segi ég þér það að maður sem þú ert hér að horfa á, glímdi á nákvæmlega sama hátt og þú við þetta og sá ekkert sérstakt við það. En það sem hann á í dag, þessi trú, hún er bara gjöf. Hún er utanaðkomandi gjöf. Og gjöfin er utanaðkomandi, hún kom frá Kristi, sem gaf mér þessa gjöf. Og þá breyttist allt og í dag tala ég fullum fetum mikilvægi trúarinnar. Og ég sé það sem ég sá ekki áður, að til þess að eiga þarf ég fyrst að fá sjálfur. Og ég þarf að viðhalda í þar þessari gjöf sem heitir trú og ég hef allt í verkið. Ég hef orð Guðs og einmitt í orð Guðs ætla ég aðeins að lesa núna. Það er Jóhannesar Guðspjall, einu sinni enn, og 3. kafli 16. vers og hljómar svo. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Það er nefnilega þetta sem Kristur vill. Hann vill að þú sjáir mikilvægi trúarinnar. Og kennslan og predikunin og þessi, þetta getur viðhald og hjálpaði til að skilja hvers vegna. Þú þarft þetta. Og trúin kennir mér það og hefur sannfært mig það, að ég er meira heldur en bara þessi líkami sem þú ert hér að horfa á. Ég er eilíf vera að hluta til. Og það gerir mikilvægi trúarinnar ennþá mikilvægari. Því ekki á mér að standa á sama það hvert þetta fer. Er það? Ég tala nú ekki þegar ég veit þessa 2 þætti sem eru, þessi 2 aðskildu hluta inn í eilíðinni sem eru til. Og það er bara annar sem til í Jesú. Þangað vill ég fara, þangað ég skapaður til að koma. Og þess vegna kom trúin, hún gefur mér þennan rétt. Og þess vegna sé ég og kenni ég mikilvægi trúarinnar. Og síðan er það verkefnið eilífa og endalisa, það er að sannfæra þann sem heyrir að þetta er svona og ekkert öðruvísi. Við vitum allar sleggjudómana sleggjudómana sem að tala gegn svona boðskap. Við vitum það allt. Þess vegna þurfum við að sannfæra. Og við þurfum að fara, kannski í slag við þessa menn og konur. Við séum nú ekki að hvetja eftir þess reyndar. Það er mikilvægi trúarinnar vinni sem við þurfum að eiga og vita og þá er okkur allir vegi færir í Jesú nafni.